Gott kvöld og velkomin á Hótel Sögu þar sem fer fram keppni heilmikinn titil Stórbæjarmeistari. Nú komið að því að Hafnfirðingar og Reykvíkingar reyni það með sér hverjir eru best að sér eða vitrastir eða hvað við getum kallað heppnastir í keppni 4 stórbæja. Hafnfirðingar unnu Kópavogsbúa og Reykvíkingar Akureyringa og það best að við byrjum á því að láta gestina kynna sig fyrst. Guðrún Egilsson, kennari. Kristján Bersi Ólafsson, skólameistari. Eiríkur Gunnlaugsson, verkamaður. Langar á svolítið til að spyrja ykkur, nú hafa Hafnfirðingar fengið á sig alla þessa brandara. Þetta mikið metnaðarmál að sigra hérna í kvöld? Já, þetta fer bara eins og það fer, það ekkert því að segja. Já, það ekkert við því að segja þó að þessi Hafnarfjarðarbrandara haldi áfram að lifa. Já, þeir lifa, þeir eru eilífir. Þeir eru eilífir? Já. Þetta klassi bara? Já, þeir eru eilífir og enda myndu Júsæja Hafnfirðingar síst allra manna vilja missa þá. Þeir vildu ekki síst af öllum missa þá, já? Það segi ég. Það frekar aðleguna bara. Já. Ég segi það svona því að þeir eru allir undir hamrinum. Ekki þeir okkar sem að rekjara upp á hamrinum. Nei, það nefnilega það. Þegar þess öll hressir í Hafnarfirði og þá það heimamenn. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur. Ragnheiður Erla Bjarnadóttir, guðfræðingur. Illugi Jökulsson, ég kalla mig blaðamann. Þeir komu saman með mjög stuttum fyrir Akureyrarferðina fræg og þar munaði nú bara ekki nema hársbreyt að þið vinnuð en hafið þið eitthvað komið saman síðan og eftir ykkur? Já, við hittust bara núna áðan. Já. Já, og það alveg rosalega efing. Já, það ekki. Já, það hressleiki með þessu liði og hér eru svo komnir hageringarnir, ætlum við kynnum ekki fyrst dómaravörn og stigavörð, það Baldur Hermansson og Heiðrós Helgadóttir. Baldur með nýja hárgreiðslu sýndi mér. Og hageringar eru mættið til leiks og það gesturinn fyrst. Ég heiti Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir og húsmóðir. Flossi Ólafsson, snirtir. Þú sagði síðast vera skósmiður, það ekki? Ég búinn að fá mig nýtt starf. Já, meina það. Ég held að bara snirti skóna, sko. Hafið þið ekki eitthvað til málanlega að leggja til þess að svona, við fáum að spá nesti? Já, þegar við settumst hérna þá fannst nú kannski ekki öllum jafnræði með okkur, svona þaulaðum skemmtikrafti og húsmóður innan úr eldhúsi og þá datt mér í hug undarlega ýmsa fer, aðrir munu brosa þegar saman sitja hér sjá þeir mig og flosa. Já, úr því ég var út á sögu dregin inn í þetta furðulega grín ég alveg feikilega fegin að fá að sitja hjá þér, ástin mín.
Heyrðu Ómar, þú voru að lofa mér að reyna að svara þessu. Já, það má vera Já, við skulum, ég stöða bara þegar að þið þykir vilja komið. Já. Þú veist hvernig það er í boxarakefni, þeir fara alltaf saman, sko, svo það bara... Við skulum sjá. Já. Þegar heimsmanns hörpu slær, hann með strengi bjarta, verð ég eins og Ingi Smær innst í mínu hjarta. Eitthvað þetta var sett hjá okkur. Hugsa sér. En nú langar mig aðeins til þess að þið etja ykkur saman á annan hátt. Það var eftir þér. Já, það var eftir mér, já. Og þá á ég nú við það að þið ljóðu nú hvort á annað. Fyrir partur frá hvorum sig og svo glímiði við það þangað til. Já. Hvort vill ljóð á hitt fyrst? Já. Var ekki ég að koma á undan kannski? Gerðu það núna, já. Þetta er alveg eins og hjón, gerð þú það, já. Hafnfirðinga hyggjuvit haft er mjög á orði. Já. Orði. Á orði. Hafnfirðinga hyggjuvit haft er mjög á orði. Já. Ég segi eins og Helgi Sæm sagði, þetta er öðumæla vísa. Við eigum ekkert að botna þetta fyrir en að... Nei, bara eftir Við megum hugsa okkur um. Já, gott. Við gerum allt sem við viljið meðan á lótunum stendur. Það er að segja okkur, hjá okkur. Allt í lagi. Heyrðu, þá færð þú í staðinn. Þegar við endum þennan fund, þá mun verða gaman. Við endum Þennan fund, þá mun verða gaman, já. fund. Og skiljið hver sem vil. Já, þetta er mjög spennandi, maður bara, þetta er spennandi sem keppir. Já, við látum þá þau að þinga þetta meðan á fyrstu lótinni stendur og vindum okkur nú í alvöruna, það er að segja spurninguna. Allt er þetta nú samt leikur. Og við byrjum á myndspurningum eins og var síðast og það var dregið og Hafnfirðingar byrja og við spyrjum hvað er rangt á þessari mynd sem við sjáum núna. Góða þögn í salinn. Hún stóð í 8 sekúndur og þið fá ekki að sjá meira af því. Já. Þetta er þreytið þingri, þið fá ekki nema til... Voru ekki gróðurhúsið þarna á röngur stað? Nei, ekki, ég hef ekki talað náttúrulega þarna við bæjarverkfræðinginn, en ég held að þessu alveg á réttum staði. Svo að þið náðu þessu reykingar. Já, við heldum að kletturinn lengst til vinstri eigi ekki að vera þarna. Það er alveg hárrétt. Það var kletti ofauðið. Þetta er í Vestmannaeyjum og þarna er kletti ofauðið. Vantar 1 klett og 1 gos. Nú, reykingar, þið getið svo stólið yfir og það er alltaf skemmtilegt að ná yfir því að þá verður einu stigi meira. Hvað er rangt á næstu mynd, reykingar? Og Hafnfirðingar getur svo stólið þessu yfir eða þeir vilja. Já. Það vantar kirkjuna. Það vantar kirkjuna, það er alveg hárrétt. Þetta er á Akureyri. Og það vantar einmitt það sem vantar mest, það er kirkjan, Akureyri kirkjan. Þá er það Hafnfirðingar góðir, þá er það spurningarnar 10. Við erum rétt að byrja, 3 stig, eða hvað sem það er ekki neitt, eða 5 stig. Og við byrjum þá fyrst, það eru 5 sekúndur og 3 ef að stólið er yfir. Alþingismenn eru vanir ágjöf og kvenka sér ekki undan lítilræði, en sumið þeirra var nú heldur bilt við 10. október 1972. Hvers vegna? Já, þetta er allt í lagi. Það var Helgi Ósson sem skuttlaði á skýrfi. Já, alveg rétt, þetta er alveg rétt. Þeir stetta skýrinu sem er að. Það er alveg rétt. Hvort að æfa sig sko fyrir bjölluspurningarnar bara, já. Það mátti heyra að það hringdi bjöllunar hérna uppi. Þá kemur önnur spurning. Florence Nightingale Graham var fræg kona á sinni tíð og er raunar enn fræg því hún auðgaði stórum á þeim glæsilegu snirtistofum og snirtivörum sem bera nafn hennar, það er að segja það nafn sem hún er þekkt undir. Hvaða nafn er það? 3,
4. Ekki nógu snöggur, þú ætti ekki að íta á bjölluna, bara að koma með þetta. En ekki nógu snöggur, þið eru 3 sekundur. Það er Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, sagði Ragnheiður, það er alveg rétt. Hann er lengur ríkar að séu fleiri Hafnfirðingar en salnum Reykvíkingar. Það eru svo daufir Reykvíkingarnir að klappa fyrir sínu liði. Það eru margir Hafnfirðingar greinilega hér. Þá kemur 3. spurning. Alþingismenn deila fleiri en matarskatt og aflakvóta. Vorið 1974 urðu grimmilega sviptingar dálítið sem að verður seint metið til fjár. Það er menningarlegt efni. Og hvað var það sem að ríði svona mikið 74? Grunnskólafrumvarpið, það er ekki rétt. Setuna, það er alveg rétt. Fjórða spurning. Í hvaða landi héldu þeir fund með sér Stalin, Truman og Churchill í júlímánuði 1945? Það var í Þýskalandi. Það er alveg hárrétt. Potsdam. Hafnfirðingar komnir á skrið. 5. spurning. 9. júlí 1965 strauk heimsfrægur fangi úr Wandsworth fangelsinu í Bretlandi og hefur síðan leikið lausum hala alla tíð. Hvað heitir sá frægi skelmir? Ronald Briggs. Ronald Briggs, alveg rétt, það verið því. 7. spurning. Í hvaða landi fæddist listmárinn Paul Klee? Það með 2 efum. Sviss. Sviss, rétt. Þetta var... 7. spurning. Hvaða keppnisgrein átti Ellie Culbertson mikinn þátt í að þróa? Bridge. Bridge, segir hann, alveg hárrétt. Þau skæður í spilunum af því útkværunum, eða útbæjunum, því að Kópavogsbúar voru með allt á hreinum póker síðast. 8. spurning. Hvað hét kappisá vandi komur sína til Helgafells að Helgafelli til þess að stígi vængin við Þuríði systur Snorra goða? Þuríði systur Snorra goða. Það var Björn Breiðvíkingakappi. Já, það kom bara hægt og rólega. 9. spurning. Fyrir 6 árum andaðist maður á besta aldri, aðeins 36 ára gamall, en það sem í frásögur færandi það að þrátt fyrir engar sukksamt líferni, það hafði honum tekist að gera 42 kvikmyndir auk margra annara verka. Hver var þessi maður? Einu verðan Fassbender. Það er Fassbender, já, alveg leið. Komnir í stuðbarað og 10. spurningin, við spyrjum frægt íslenskt örnefni. Þetta er fjall, 227 metra hátt, stendur úti á eyju og að gefnu tilefni voru menn hafður á verðir þar fyrir einum 360 árum. 3, 4. Hafið þið það? Helgafelli Vestmannaeyjum. Helgafelli Vestmannaeyjum, rétt hjá Ragnheiði. Já. Þar voru varðmenn eftir Tyrkjaránni. Jæja, Reykvíkingar. Það er stuð á báðum liðum, bæði að taka yfir og svara líka þegar komið á skriðin. 1. spurning. Vorið 1973 var á Íslandi viðurkennt af Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu virðulegt embætti sem legið hafði niðri öldum saman og svipa leyti hélt sá félagsskapur sem hlut átt á máli veglegt vorblót. Hvaða embætti var þetta? Allsherjargoðinn. Allsherjargoði, það er bara allsherjar svar við þessu. Önnur spurning. Þýskur vélaverkfræðingur af tékkneskum uppruna hannaði Volkswagen bjölluna árið 1934 en eftir stríðið stofnaði hann sitt eigi fyrirtæki sem framleiðir alkunnar glæsibifreiðir sem bera nafn hans. Og hvað er þetta nafn? Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, alveg rétt. Og 3. spurning. Undir hvaða vígorð skrifuðu 55.522 Íslendingar árið 1974? Variland. Variland, já, alveg rétt. Þá kemur 4. spurning. Í febrúarmánuði 1904 var gerð heiftarleg árás á herskip í Port Arthur. Hverjir gerðu þessa árás og hverjir urðu fyrir henni? Það voru Japanir sem gerðu hann og Rússar sem urðu fyrir henni. Alveg rétt. Fimmta spurning. Haustið 1968 hafði menningar- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna safnað feiknafúlgu til þess að bjarga musteri Ramsesar annars frá tortímingu. Hvað var það sem stemdi musturinn í voða? Stíflan Aswan. Aswan stíflan virkjun, já, alveg hreint.
Sjötta spurning, í hvaða landi fæddist listmálarinn Kandinsky? Rússland. Rússlandi, segir Guðjón, rétt það. Sjöunda spurning, hver eða öllu heldur hvað er þarfasti þjónn Roberts Craig Knívils? Það er mótorhjól. Það er mótorhjól, alveg rétt. Er það bíladellu? Nei, bróðið minn er með bíladellu. Bróðurinn er með bíladellu, það er nefnilega það. Þetta er svo gaman hvernig þú svarar þessu og þeir bara láta því þetta hérna, herramennir. Ég vissi þetta líka. Já, kurteis maður illi í. Áttunda spurning, hvað hét hinn illskeytti faðir Arnkels goða þess er Snorri goði lét vega? Þórólfur Bægifótur. Þórólfur Bægifótur, segir hún, rétt það. Og níunda spurning, fyrir 6 árum fórst kona ein í bílslýsi, annáluð fyrir fegurð og glæsileiki lifanda lífi. Hún hafði aflað sér frægðar fyrir hlutverk sín í kvikmyndum, en þar kom að hún tók fyrir sér annars konar hlutverk. Hver var þessi kona? Grace Kelly. Grace Kelly, rétt það. Var fyrsta frú. Og þá kemur örnefni alveg sé á þeim, og við gefum meira sér hæði við sjó, alveg sé á þeim. Spyrjum frægt örnefni íslenskt, það er lágt fell, aðeins 73 metra hæð yfir sjávarmáli nær það. Ávalt að vestan, þvernhýft að norðan og austan og til forna var svo kvöð í gildi að þangað mátti engin óþvegin líta. Helgafell á Snæfellsnesi. Helgafell á Snæfellsnesi, já. Og kannski flestir sé stigatöluna í þegar ég er að biðja Heiði Óskum að segja stigin, þá er bæði til þess að fá það staðfest og einnig fyrir áhorfendur sem ekki sjá stigatöfluna. Heiður Ósk. Já, Hafnfirðingum tókst nú ekki að stela neinu stigi en þetta er spurningu frá Reykvíkingum, þannig að Reykvíkingar eru með 21 stig en Hafnfirðingar með 7. Nó! Við heyrum heilmikið viðbröð í salnum. Þetta var til að verða hörkukeppni. Og nú er kannski rétt að hagríkarnir létti þetta aðeins upp meðan að keppendur er að komast í stuð. Þetta verður nú kannski eins og á Kostnái og Jóhanni, það veit enginn hvernig þetta fer þegar að árum er haldið. En þið voru það svo skemmtileg og góðu róli að náðan og ég er mjög forvitin að heyra. Viltu fá botnana? Ég vil fá bæði fyrirpart og botn, sko, þannig að sá sem botnan lesi bæði fyrirpart og botn. Já. Þá byrja ég bara á fyrirpartinum hans Flosa og held áfram. Já. Hafnfirðinga hyggju vit, haftir mjög á orði, mun því kosta stórfellt stríð að standa þeim á sporði. Ég er alveg reynd að krempur undir þessu að sitja hér og hnoða saman þessum ofboðslega leir og þurfa að varpa þessu út í ljósvakan og Já, þú kannst bara, það er ekki með þessu bara. Já, mér líður einhvern veginn svona, sko. Hér sit ég og ströggla við stefið og stökurnar bögglast í huga. Svo bora ég nöglin í nefið og næð þar í köggla sem duga. En ég var komin hérna með eitthvað gott svona. Þetta var þegar við endum þennan fund, þá mun verða gaman. En býttu þar til borg við sund, bögglar ykkur saman. Þú hefur gaman að þessu köggla-böggla. Hún er góð þessi. Já. Hún er krafta í kögglum. Kraftaskáldið, Flosi. Þá er að fara í næstu lotu og það eru hleyparspurningarnar. Nú þykist ég vita að Illugi sé mjög vel klæddur til fóta. Jafnvel betur en síðast. En það verður gaman að sjá á hverju hann skeiðar núna fram á gólfið. Þá byrjum við fyrsta spurning. Hvað hét bandaríski leikarinn sem á örskömmum tíma öðlaðist frægð og fjármuni en glataði öllu nema orðstýrnum jafnharðan? Þessi leikari túlkaði öryggisleysi æskunar öðrum betur. James Dean, já, það var alveg hafrið.
Hillið þú að sína skóna? Þá kemur önnur spurning. Spyrjum einnig annan leikara sem er látinn. Flestum ber saman að hann hafi verið mjög lélegur leikari. Myndir hans þóttu hver annari líkar. En þrátt fyrir þessa smávægilegu vankanta á hæfileikum þessa manns, þá urðu kvikmyndir hans óhemju vel sóttar og margar og milljónirnar streymdu inn. Það sem laðaði fólk í kvikmyndahúsin var nefnilega ekki leiklistarhæfileiki þessa manns, heldur djúp og ástleitin rödd ásamt ögrandi mjaðma hnykkjum. Hann fékk... Elvis Presley, það var alveg hárrétt. Nei. Þetta er flott hjá þau. Þú ert eiginlega skött á stað, það er stytta hérna fyrir utan sem heitir útilegumaðurinn. Þetta. Jæja, þá kemur þriðja spurningin. Þetta er náttúrulega sá ástími sem menn eru vel dekkjaðir. Það er þriðji leikarinn sem lést fyrir aldur fram. Einu sinni kom hann upp á svið til þess að sýna virðulegum kynni í hverju list hans var fólgin og það sýndi hann eftirminnilega með því að rota aumingja kynnin. Leikari þessi er fæddur á stundu drekans, á ári drekans. Já. Bruce Lee, alveg hárrétt. Þetta er bara eins og Ben Johnson, sveimir þá. Og þá kemur þriðji leikarinn sem lést fyrir aldur fram. Já. Er þið búin að lesa hann? Já, ég er bara svona hrifið, ég er lendilega að fá sem mest af hlaupum hérna. Er þetta ekki alveg yndislegt? Já. Aldrei er góð spurning óátt kveðin. Heiður, eigum að líta á stöðuna? Ég er ekkert viss að Hafnfirðingar séu seinna því. Þeir hafa ekki náð sínum í 8 stig en Reykvíkingar 23. Já, það er það. Það er heilmikið eftir, nú fáum við okkur bara leikhlé, það er hálfleikur og við fáum fyrst skemmtikraftar sem koma úr bæjarfélagi gestanna. Guðný Árnadóttir syngur við undirleik Láru Rafnsdóttur, gjörið þið svo vel.
Nú fer alltaf við hérna því að við fáum allmarga til þess að framkvæma næsta skemmtiatriði. Það kemur hérna úr Reykjavík, Fjóluflugurnar heitir það og það eru nemendur í 9. bekk æfingadeildar Kennaraháskóla Íslands sem koma hér fram og syngja. Gjörðu þess að vel.
rjóð og dreymi. Þetta voru fjóluflugurnar. Eitthvað að fæðast hjá ykkur? Heyrðu, Já. hérna, ég er að hnoða sama hérna vísu en ég get það ekki almennilega vegna þess að ég þarf að fá smá upplýsingar sem að þú getur kannski út af mér. Það er hérna, hverjir eru þessir hýru hafnfirðingar? Ég kann einhvert lag sem er svona þið hýru hafnfirðingar en horfið móti sól. Nei, við skulum bara spila Kristaf Berser. Það er þessi hýru. Nei. Hýru. Já, þetta er ekki spurning, þetta gefur ekki þig. Þetta gefur ekki þig. Þá svarar hann ekki. Þetta er nú svona, já, svolítið hikað til en kannski ekkert vera svona. Já, en þetta er hýru hafnfirðingar. Það byrja nú vist þú hýri Hafnarfjörður en... Já. Já. Nú, en já, vísan er nú svona, sko. Mæti ég hýrum hafnfirðing í Hellisgerði, aftan og framan og allt um kring er ég á verði. Heyrðu, býttu nú hæfur, kallinn. Þú ert að nota hina merkinguna í hýr, þessa sem að var til í sjónvarpinu, er það ekki, í löðri? Ég, sko, að bara mæti ég Ég bara játa. í Hellisgerði. Já. Þá er ég bara aftan og framan og allt um kring á verði. Ég segir ekki hvað ég meina. Býttu nú aðeins við. Núna. Hitti flosa happa rýr, hafnfirðingur slíkur, verður hvorki hýr né hýr, hann er yfir líkur. Já, skemmt ykkur mikið hann, já. Þetta með meira svona ljótið, eða vafasömu. Já, við nú einn. Ef menn fara á ástarþing er upplagt að hafa það svona. Krækja í hýran hafnfirðing sem helst þarf að vera kona. Bittu. Halda áfram. Nú, og ég verð að gera það, er það ekki? Bittu nú við. Já, við höfum þetta bara svona. Já. Þar kom loks mér lærðist það að löngum má sig vara, einhvern tíma á öðrum stað ætla ég þér að svara. Jæja, er þessu ekki lokið? Ég er ekki með neitt meira þetta. Nei, maður er alveg bara... Þetta er nú alveg einstök sennar sem við fengum þarna. Það má segja að þau hafa notfært sér aðstöðuna. Og nú komar hraðspurningar seinni hálfleikur og þá ég minn ykkur á að það er nú ennþá eftir 38 stig í þessu potti. Og þá er það Reykvíkingar sem að byrja núna, það er alltaf snúið við þessu snúið eftir leikhlé. Fyrsta spurning. Hvað er það sem við reiknum út með formúlunni x, það er að segja það sem er spurt, x er sama sem 4/3 sinnum radíus í 3. veldi sinnum pi? Rúmmál kúlu. Rúmmál kúlu, alveg hárrétt. Þá ættir að reikna kúluna upp á öskjuliðinni sjálfst nokkur sinnum eftir því. Önnur spurning, hvað nefndistu goð Bjarmas það sem Þórir hundur rændi forðum daga? 3,
4. Það var einhver kvísl en ekkert kom. Og Jómali. Jómali, rétt er það. Það komum Hafnfirðingar til skjalana. Þriðja spurning, þann 9. júní árið 1880 lagði Hilmar Finnsen, landshöfðingi í Holstein, að merkri byggingu sem stendur enn með sóma. Hver er þessi bygging? Alþingishúsið. Alþingishúsið, rétt er það. Fjórða spurning, hvaða skáld orti þessa skemmtilegu hestavísu? Holdi, gildur, geldir, fold, galdri, trildur, hófa, holdi, síldur, sældar, mold, sjaldan, mildur, lófa. Eina ben. Nei, og þá eigið þið 3, 1, 2. Páll Ólafsson. Nei, þú varst ansi nálægt í að hafa Stefán Ólafsson. Það munar litlu. Þá kemur 5. spurning, en þið eruð, það er gaman að þið eru svona nálægt. Það búið að leiðin þetta annars. Haustið 1767 var haldið brúðkaup af fornum sið hér í Reykjavík. Engar mikilfenglegt brúðkaup, en yfir því váðist þó skuggi bráðrar ógæfu. Hvað hét brúðguminn? Eggert Ólafsson. Eggert Ólafsson, rétt er það. Það var Reykholti en ekki Reykjavík. Nú, já. Það er leiðrétt. Hvað segir Baldur við því? Þeir segja sér Reykholti, ég sagði hér í Reykjavík. Það var eitthvað Reyk. Það var Reykholti. Já. Já, en þau svöruðu nú allavega rétt. Já, svarið var rétt. Já. Þetta er gott, þið eru í sama stuð og Þingeyingar. Þá kemur, við höfum bara áfram. 7. spurning, hvað hét þýski heimspekingur sem fæddist 1889, hugðist ungur ganga í klaustur, hreifst af Adolf Hitler og var bannað að kenna skeið eftir seinni heimsstyrjöldina? Heidegger. Heidegger, segir Ríkilvi alveg leið og það er rétt. Jæja, Kristján Bessi, það er svo gaman að hafa skólastjóra þegar þessu vanir að leiðrétta. Þá kemur 1. spurning. Hvað er það sem jafngildir kvadratrótinni af sviganum E deilt með M? 3, 4. Veit þið það? Er það hraði? Það er ekki nægt svar. Það er ljósræði. Þetta var svona hálft eins og áðan, eins og Stefán Ólafsson og Páll Ólafsson. Og það er systur allar. Þá kemur önnur spurning. Kristján Bessi leiðrétti mig ekkert, svo ég segi þetta bara. Eysteinn konungur Illráði hefur greinilega borið nafn með rentu því hann gerði þrændum það til hrellingar að setja hund sinn konung yfir þeim, og hvað hét hundurinn? Saur. Það er alveg rétt, hann hét Saur. Þriðja spurning. Íslands óhamingju verður allt að vopni, skrifaði baráttuglaður maður árið 1880, og hvern var hann að skrifa? Þetta var notaði Jón Ólafsson sem fyrirsögn í blað og bætti við fyrir neðan Grímur Thomsen fjallnir ís á Lambhúsatjörn held að verið og drukknaði ekki. Íslands óhamingju verður alltaf vopni. Já, þetta er alveg rétt. Þú veit með þetta allt saman reybrinn, þetta var neðst á blaðsínu hægra megin. Þá kemur 4. Hvaða skáld orti þessa bjartsýnisvísu? Endur risin blítt og bjart, blikar röðull fagur, þar sem áður allt var svart, er nú heiður dagur. 3, 4. Er þetta ekki Páll Ólafsson? Nei, þetta var ekki hann og þið eigið möguleikana. Sigurður Breiðfjörð. Nei, þeir náðu ekki heldur, það var Gísli Brynjólfsson. Og þá kemur 5. spurningin. Það er ekki ný ból á Íslandi að haft sé deilt byggingar og byggingarkostnað. Árið 1766 voru margir brúnaþungir vegna 4. hússins sem byggt var úr steini á Íslandi. Sú bygging var höfðingleg og reyndist ærið kostnaðarsöm því að áætlanir stóðust illa. Þá í svo stundu síðar, og fljótlega kom fram þakleki sem ekki tókst að komast fyrir, þó þaki væri tvívegis tjargað. Hvaða merkisbygging var þetta? Eitthvað af þessum. Eitthvað af þessum. Já. Þetta var Dómkirkjan, var það ekki? Nei, það var ekki rétt, segið þið þá. Bessastaðastofa. Það er rétt, það er Bessastaðastofa. Það
þetta svo lítið tími sem ég hafið, það er alveg rétt. Þá kemur 7. spurning, hvað heitir heimspekingur sem fæddist í Vínarborg árið 1889, lagði stund á flugvélaverkfræði, barðist í fyrri heimsstyrjöldinni, en ákvaðum 30 að iðka fábreytilegt líferni? 2, 3, 4. 3 hér. 2. Það næstu því springa höfuðskelljarnar alveg hreint. Þetta var Ludwig Josef Johann Wittgenstein. Það vissar ekki? Já, fyrir ekki, en svona, það var lokað. Og það vissu þetta í allir hérna. Og þá er þessari lotu lokið og best að allir sjá hún og stíginn. Já, Reykvíkingar eru enn ansi mikið yfir með 34 stigum, Hafnfirðingar með 15, en þeir eiga nú ennþá möguleika. Já, þeir eiga möguleika, já. Hefur við að halda bara áfram við stöðlaust eða hvað? Ég er svo spenntur fyrir þessu sem er að gerast á millikar þarna. Langar ég meiri kveðskap? Nei, það getur vel verið. Það getur vel verið. Ég vil nú endilega halda áfram svona með hálfgerðar ástarvísur. Já, það er. En þetta er nú sagfræðileg vísa sýnist mér sögu Hafnarfjarðar. Nú, já. Gablarar áttu einatt bátt, bundu í sátt við roðið, en flestir máttu þó fyrir hátt fá sér drátt í soðið. Já, hérna. Svo hýstir ég á það vel yfir hann, það er alveg. Allar nú ekki að koma í? Já, ég verð nú að gera þetta þá eitthvað í sama dúr og áðan. Gættu að þetta er gálaust tal, getur margur hneykslast á. Þessu svara þér ég skal þegar betur stendur á. En svo langar mér afskaplega mikið hérna að fara með eina hvatningavísu fyrir Hafnfirðingana mína. Já, það er nú alveg sjálfsagt. Og ég myndi hafa hana svona. Saman kappi etja enn úrvalsliðin þessi, halla nú að mína menn meira púðurbessi. Þetta er gott. Og pínlítið hvatning líka. Til Hafnfirðinga? Já. Gablarar hafa gáfur þær sem gagnast þeim í bítið. Þeir vita lengra en nefið nær, en nefið er stundum lítið. Eigum að fá að fara í loka sennuna? Flósi? Já. Þú varst nú eitthvað að rífast í Davíð út af Ráðhúsinu? Já, en hérna, sko, Davíð oftast til alls er vís og af því og varst með fjandans þras, þegar að blessu byggingi rís, þá býður það þér í andaglas. Það er nú svona að fara í alvöruna, bjöllu spurningar og Hafnfirðingarnir voru bara að æfa sér svo vel á því að sennilega verða þeir þar vel með á nótum og þá byrjum við, það er bara einu sinni sem á íta bjölluna hvorum einn. Það er ég er, það er svo vennilega, ég er. Einn af virtustu mönnum Íslands á sínum tíma sagði mig að ég hefði verið dygðugur og einfaldur en ekki sérlega leikinn rithöfundur. Þessi kuldalegi dómur er kannski ekki fjarri sanni en eina bók reit ég ævidagana sem enn er í heiðri höfð og verður vafalist lesin eftir margar aldir þegar flestir hinna virtu borgara liggja gleymdir í gröfum sínum. Eiginkona mín heittelskuð hét Ásta Þorsteinsdóttir og það átti fyrir okkur að liggja að fara í lengri ferð en okkur langaði. Þetta var eyjaklerkur Jón sem að skrifaði ferðasögu frá hernáminu í Vestmannaeyjum. Þetta er ekki rétt. Nú, en við höldum áfram. Það er sjálfsagt fyrir Hafnfirðinga að reyna að grípa gæsina meðan hún gefur stig. Ólafur Egilsson hérna.
Ólafur Eyjólfsson. Já, þú ættir ekki að segja þetta. Þá bara höldum við langt nú. Við ætlum að giska á þetta hafi verið Ólafur Eyjólfsson. Jæja, Valdur. Það voru 3 stig. Já. Fyrir Reykvíkinga? Já. Þegar hann búin að segja það? Nei, hann sko... Hann sagði það? Nei, má ekki gera þetta með 2 nöfn, sko. Nei. Bara 1 nafn, já, annars bara fer hann í símaskrána. Jæja, þetta var svolítið. Það er Indriði fljótur að fatta þetta. Duglegur. Já, hann er duglegur. Já, með þetta var hreinu þessum tíma. Vildi bara ekki segja það. Jæja, við höldum áfram út frá Ólafi Egilssyni. Það er ég er. Ég hef þá sammerkt með Ólafi Egilssyni að hafa farið í langa og ölraga líka ferð, en mín ferð hófst 27. desember árið 1831, meir en 2 öldum eftir að séra Ólafur kom heim úr sinni ferð, og ég fór mína ferð af fúsum og frjálsum vilja. Séra Ólafur reit sína reisubók og það gerði ég líka. Mín bók kom út 24. nóvember 1859. Manninum sem stjórnaði ferð minni leist ekki vel á mig, taldi óhugsandi að maður með svona nef yrði að nokkru gagni. Reisubók séra Ólafs greinir frá grimmd mannana, en mín bók sýnir fram á að barátta hinna lifandi einstaklinga á jörðinni þjónar vissum tilgangi. Svo furðulega viti til að annar maður, Wallace að nafni, komst að svipuðum niðurstöðum og ég. Niðurstöðum uppruna tegundana. Það kviknaði hjá Reykvíkingum. Er þetta bara Charles Darwin? Já, þetta er hann. Og ég var bara búinn að lesa alveg niður. En Þeir voru hins vegar komnir niður í 0 stig. Þeir voru komnir niður í 0 stig. Það var gott að vera það ekki. Það eru 16 stig í pottinum. Það er mikið. Það er 16 stig eftir í pottinum. Ég er örnefni. Ramm íslenskt í alla staði en nálega aldrei notað í daglegu tali nú á dögum. Þótt flestir viti að einu sinni var ég á hvers manns vörum. Ég næ yfir ákveðið svæði sem sérstaklega geti í landnámu. Eigandi minn seldi mig þá öðrum manni. Þetta er Rospkvalanes. Þetta er Rospkvalanes. Þetta var frábært svar. Hann fekk 5 stig fyrir þetta, Kristján Bessi. Ég gef hann gott af fyrir það. Komin í rosastuð. 4. spurning. Ég er ein af hinum látlausu jurtum þessa norðlæga lands. Ekki þykir fólkinu mikið til mín koma, en það er hlutverk mitt að búa í haginn fyrir annan gróður sem meira þykir til koma. Ég er blómlaus með stöngul og blöð en vantar eiginlega rætur. Engin er ég skrautjurt. Mosi. Mosi, segir hún. Þetta er Ekki nægt svar. Vitum við sjá. En ég er þó ekki lakar en það að ónefndur ritsnillingur fekk glýju í augun þegar hann sá mig. Grámosi. Grámosi, Gambúrmosi, það er ég. 3 stig fengu Hafnfirðingar fyrir þetta og eru nú á miklu skriði. Þú var bara ekki til. Já, það er alltaf gott að ég góðan endarsprett. Þá kemur 5. spurningi sem getur gefið 6 stig og það er ég er. Þegar ég fluttist frá mínum heimahögum, barnað aldri, tóku Austfirðingar mér með kostum og kynjum. Gáfu mér staup af brennivíni og buðu mér að velja þjónust. Kjarval, sagði hún! Bravo! Þú veit ég var gott og látt klart. Ég ætla að segja hana að þetta var afburðasvar. Fekk 6 stig fyrir þetta. Þetta er fyrsta skipti í þáttum sem að 6 stig eru fyrir 1 svar. Og þið Hafnfirðingar þið eigið tvennum skilningi konu sem segir 6. Við erum að fá formleg úrslit áður en að Hafnfirðingar
leggja nú blessun sína yfir þetta? Já, þrátt fyrir alveg feikigóðan endasprett hjá Hafnfirðingum, þá dugar það nú víst ekki til. Þeir eru með 29 stig, en Reykvíkingar hafa unnið Stórbæjar meistaratitilinn með 37 stigum, sem gegn 29 stigum hjá Hafnfirðingum. Hagringar góðir. Úrslit eru fengin. Það stingaði svo skemmtilega saman nefjum alltaf, þetta alveg yndislegt. Má ég koma með eina sem á undan loka orðunum? Já, já. Má ég það? Þú mátt allt. Það bara svona? Já, já. Nei, ég heyrði í þeim þarna nágrönnum mínum suður frá að þeir voru svona, fannst, þó allir ætti að vera jafnir, þá verið sumir jafnar en aðrir því þeir fengu ekkert konfekt. Já. Og við Flosi eru nú sælkerar miklir, eins og sést alveg vel á okkur. Já. Og ég ætlaði svona að bæta við og það sem þau sögðu í festi og segja: ég tek undir það með þeim sem þurftu ljóð í festi, að það er fúlt að halda heim og hafa ekkert nesti. Og svo þá lokaorð sem yrðu nú öðruvísi en ég hefði nú viljað og yrðu, en maður ber sig bara kallmannlega, það þýðir ekkert annað. Já, saman það helgiskerði, sko. Ég er nú hrædd það. Ekki verði ami og sorg eftir keppni góða og snjalla, fyrir heilli höfuðborg hreintir engin skömm að falla. Við okkur hefur leikið mikið lán og lærdómurinn nýst á gáfnaþingum. Það hefði verið talin talsverð smán að tapa í kvöld á móti Hafnfirðingum. Og þá látum við þetta vera síðustu orðin hjá ykkur. Takk ykkur fyrir og þá er bara verðlaun afhending. Hafnfirðingar áttu frábæran endasprett og afburða svör þarna í lokin. En enginn má við ofjarli sínum. Reykvíkingar voru í banastuði í kvöld. Og ég aðeins skjóta hér inn í að þetta nú eiginlega hafnfirskur sigur líka. Því að hér á móti okkur situr barnabarn eina heiðursborgara sem Hafnarfjörður hefur átt. Já, hver er það? Bjarni Snæbjörnsson læknir. Já, og hver er það? Afi Ragnheiðar. Það er afi Ragnheiðar. Já. Já. Það er nefnilega það. Svo Reykvíkingar gátu ekki unnið þetta nema að sækja styrk til Hafnfirðinga. Það er líka Reykvíkingur í Hafnarfjörðarliðinu. Er Reykvíkingur í Hafnarfjörðarliðinu? Já. Og hver er það? Guðrún Eir. Nú er það? Nei, hvað segir þið? Hefur bara ekki að fara að skipta skilti? Samsagt formleg úrslit eru þau. Stórbæjar meistari í keppninni Hvað heldurðu? Á þessu sinni eru Reykvíkingar. Við skulum gefa þeim gott klapp. Ég reikna með á þess að ég fullyri það að þeir munu keppa við þann sem sigrar í keppninu Faxaflóa meistaratitilinn. Það verða annarkvort Kjalnesingar eða Borgnesingar sem að þið fáið næst til að kljást við. En næsta keppni verður eftir viku og þá eigast við Vestfjarðameistaratitilinn, Barstrendingar og Strandamenn og vonandi á Patreksfirði. Sjáumst þá, takk ykkur fyrir, þessu lokið.